Hér eru við enn mættir, séra Geir og ég, Halldór Gunnarsson, og mér langar að spyrja þig, Geir, hvað sýnist hér þessar kosningar sem framundan eru að kanna möguleika Íslendinga á aðlögun við Evrópubandalagið? Ég sé ekki betur heldur en að þetta sé hreinn blekkingaleikur af hálfu ríkisstjórnarinnar. Evrópusambandið sjálft leynir því ekki hvað felst í viðræðum. Í aðildarviðræðum býr umsóknarríkið sig undir að innleiða lög og staðla Evrópusambandsins, einnig þekkt sem regluverk Evrópusambandsins. Allar viðræður eru aðlögunarviðræður. Íslendingar skulu aðlaga sig að lögum og regluverki Evrópusambandsins. Það er ekki flóknari en það. En þess vegna spurði ég einmitt svona. Já. Aðlögun, vegna þess að spurningin sem sett fram í kosningunum sem framundan er ekki það. Nei. Heldur þessi lævísa spurning sem sett fram. Hvort það eigi að halda áfram viðræðum. Já. Hvernig skilgreinirðu þetta tvennt? Viðreisn segir sjálf á þeim forsendum, það er að segja forsendum stefnu Viðreisnar, leggur Viðreisn höfuð áherslu á að ljúka aðildarviðræðum við Evrópusambandi. Að ljúka aðildarviðræðum við Evrópusambandi. Að undangengnu samþykki þjóðarinnar í almennri atkvæðagreiðslu sem allra fyrst. Það þýðir að fyrst verði haldin þjóðaratkvæðagreiðsla framhald viðræðna og síðan samningin. Þetta er aðlögunarferli, séra Halldór. Já, þess vegna spurði ég þig svona. Já. Og ég vil knýja þig að horfast í augu við hvernig mér finnst þetta að vera hrein blekking, hvernig lagt af stað með þetta. Þetta er blekking, auðvitað er þetta hrein blekking og þetta er líka tilræði við frelsi og fullveldi þjóðarinnar. Já. Og aðeins áður ég held áfram og tala stjórnarskrána, þá er það mismunandi hvar fullveldi þjóða liggur. Það er til dæmis sá munur á breska þinginu sem oft heldur því fram með nokkrum rökum að það sé elsta þjóðþing í heimi. Við höldum því líka fram að Alþingi sé elsta þjóðþing í heimi. Það er nú ekki allir leyti rétt, því það féll nú niður árabil á 19. öld. Látum það eiga sig. En hjá Bretonum er það alveg ljóst, þó þeir eigi enga skráða stjórnarskrá. Þá er það alveg ljóst samkvæmt því sem þeir kalla stjórnarskrá Bretlands. Eða stjórnarhefð Bretlands eða hvað það nú er. Að fullveldi Breta liggur hjá breska þinginu. Þannig er það ekki á Íslandi. Fullveldi Íslendinga, samkvæmt stjórnarskrá Íslendinga, er hjá þjóðinni. Þannig að í því ljósi og því samhengi er þessi blekkingaleikur Viðreisnar að mínu viti nánast tilræði við fullveldi þjóðarinnar. Að ég segi það bara umbúðalaust. Og ég nefndi stjórnarskrána. Stjórnarskráin, ég ætla nú ekki að fara að vitna í einstaka liði hennar, en stjórnarskráin gerir ekki ráð fyrir því að það sé hægt að framselja ríkisvald með þeim hætti sem að Viðreisn er að vinna að hér. Og ég held að Viðreisn sé byrjuð á því. Utanríkisráðherra Íslands hefur verið í Evrópu og við fáum fréttir það í erlendum fréttum Ríkisútvarpsins. Að hún er að skrifa undir alls konar samkomulag og stefnuyfirlýsingar við Evrópusambandið. Og þegar að þeim er gengið það hvað í þessu felist, já, þetta eru viljayfirlýsingar. Auðvitað er þetta miklu meira og alvarlegra heldur en viljayfirlýsingar. Þetta er hluti af aðlögunarferli sem Viðreisn hefur þegar byrjað. Samanber verk utanríkisráðherrans í útlöndum. Aðildarferlið er komið á fullt. Og hvernig heldur þú að þessi könnun, þessi skoðanakönnun, að látið veðri vaka þetta séu skoðanakönnun, halda áfram viðræðum?
við Evrópusambandið. Þetta er svona eins og skoðanakönnun. En þetta eru aðlögunar viðræður aðlögunin er þegar komin af stað. Þannig sé ég þetta. Já, en ef þú sér þetta svona, séra Geir, þá vil ég spyrja þig, þetta er gjörsamlega útilokað að við getum látið þetta halda áfram með þessum hætti vegna þess að þetta er ekki hægt. Nei, Að spyrja þessara spurninga nema að vera búin að breyta stjórnarskránni til þess að þetta sé mögulegt. Ég er öldungi sammála því. Og hvað eigum við að gera í þessari stöð? Það er bara eitt hægt að gera. Að þjóðin standi saman að kolfella þetta fyrir ríkisstjórninni, segja nei þessar áframhaldandi viðræður, sem þeir kalla svo, sem er nú ein lygin til. Viðræðunum var slitið á sínum tíma fyrir meira en áratug, meira en öðrum áratug. Þeim var slitið, það verður að byrja upp á nýtt, það verður að opna alla kaflana upp á nýtt, það verður að fara í gegnum allt ferlið upp á nýtt. Og það tekur miklu meira heldur en þá mánuði sem að utanríkisráðherrann hefur nefnt. Það tekur miklu lengri tíma. En það á líka að skauta bara framhjá stjórnarskrár ákvæðunum með því að segja svo þegar þar að kemur, já við verðum að breyta stjórnarskránni, það er bara tækni vinna sko. Því að við erum komið svo langt í viðræðunum við Evrópusambandið. Við getum ekki farið að láta þessi aukaatriði eins og ákvæði stjórnarskrárinnar framsald ríkisvalds tefja okkur í þessu ferli til þess að komast inn í félagsskap þjóða sem hafa sömu gildi og við, býttu nú við. Hvaða gildi skildu það nú vera? Hafa Ungverjar sömu gildi og Frakkar eða Danir eða Svíar eða Spánverjar? Logar ekki allt í rifrildi á milli Brussel og Spánar annars lagið? Ég tala nú ekki milli Brussel og Ungverjalands og Slóvakíu og Ítalíu. Býttu á að fara að draga okkur inn í Evrópusambandið núna. Inn í brennandi hús, sagði einhver. Ég held að það veri Jón Baldvin sem var nú á sínum tíma á þessum slóðum. Á að fara að bjóða þjóðinni far með bíl sem allir vita að er með ónýtan gírkassa og bogin öxul og varla gangfær. Hvers konar pólitík er þetta eiginlega? Þetta er nú alvarlegri en það vegna þess að við ráðum ekkert þessari för. Þó að við höldum að það séu utanríkisráðherrar sem stjórna þessu. Þá eru önnur öfl í mínum huga sem eru að baki sem stjórna. Auðvitað eru þetta peningaöflin, hinn alþjóðlegu peningaöfl. Auðvitað eru hinn alþjóðlegu peningaöfl á bakvið þetta allt saman. Og Evrópusambandið er upp á líf og dauða núna að reyna að halda í sér lífinu. Þeir eru að halda í sér lífinu og eru með stórveldistilburði þessar mundir. Þeir eru jafnvel að láta sér detta í huga að þeir geti farið að keppa við Bandaríkin forystu fyrir Vesturlöndum. Þetta er allt að hruni komið, þetta er allt í logandi uppnámi. NATO er í logandi uppnámi. Bandaríkin eru ekki með í NATO í Evrópu eins og er. Bandaríkin eru 2/3 hlutar af NATO. Menn eru uppteknir af hernaðargetu núna. Hernaðargeta Bandaríkjana kann að vera mjög takmörkuð. Öfugt við það sem okkur er talin trúum. Þeir standa núna í styrjöldum, 2 stórum styrjöldum. Bandaríkin standa að styrjöld við Rússa í Úkraínu og hafa staðið í þeirri styrjöld frá 2014 og hafa verið virkir í hernaðarátökum síðan 2022. Á sama tíma er látið líta út fyrir það eftir að Trump kom til valda að hann sé að ganga á milli og sé í friðarumleitunum og reyna að stilla til friðar og ná samningum milli Úkraínumanna og Rússa. Þó allir vita að þetta stríð er fyrst og fremst á milli Bandaríkjanna og Rússlands. Og Evrópuþjóðirnar hafa verið dregnar mjög viljugar inn í aðild að ófriðnum
Fyrst með fjármagni og núna í seinni tíð með aukinni þáttöku í stríðinu. Og allir vestrænir fjölmiðlar, meira og minna, að minnsta kosti sjónvarpsstöðvarnar og útvarpsstöðvarnar og flest dagblöði, þegja þunnu hljóði beina aðkomu Bandaríkjanna að hernaðinum í Úkraínu. Það ekki skotið eldflaugum inn í Rússland á hverri einustu nóttu núna, öðruvísi heldur en að þeim sé stjórnað frá Bandaríkjanum. Og banatilræði sem að Pútín var sýnt jólin síðast, þegar að tugir dróna voru sendir á þar sem að menn vissu að hann var staddur og þeir vissu hvar hann var staddur vegna þess að hann var í símanum að tala við Trump og Trump bað hann að vera við síman eftir klukkutíma. Og á þeim tíma þegar að við vitað mála þeir væru í símanum réðust Úkraínumenn að sögn með tugi dróna að verustað Pútíns og reynda að drepa hann. Þessir drónar voru skotnir niður. Bandaríska sendiherranum í Moskvu var afhent innvolsið af einum af þessum drónum, tölvukauparnir, sem báruða með sér hvar þeir voru prógrammeraðir og hvaðan þeim var stjórnað. Og þeim var auðvitað stjórnað frá Richmond í Virginíu. Þetta vita allir sem kæra sig að vita. Okay. Ég að segja það að NATO í rusli. Og ég að segja það að þessar tilraunir Evrópusambandsins til þess að yfirtaka hlutverk NATO í Evrópu og belgja sig upp í það að vera einhvers konar hernaðarstórveldi í Evrópu í samkeppni við Bandaríkin í fyrsta lagi ekki bara stór hættulegt, heldur í öðru lagi algjörlega fáránlegt. Því allir sem að hafa sett sig inn í þessi mál vita það að hernaðargeta Evrópuþjóðana nánast engin. Ég ætla ekki að eyða tíma og þreki að fara í það, hún engin, hversum hún engin, en við erum í miðjunni á þessum átökum. Því að Bandaríkjamenn hafa ekkert farið í launkofa með það að þeir ætla sér yfir ráð og yfir drottnun yfir norðurhvelinu. Í beinni samkeppni við Rússa. Grænland eitt ekki undir, heldur Ísland og Grænland. Og það kom fram meðan að þessi umræða var hvað háværust, kom það fram hvað eftir annan. Að Trump nefndi Ísland í sama orðinu og Grænland, en það var tónað niður og ekkert sagt frá því að getur í fréttum hér á Íslandi, vegna þess að við erum með herverndarsamning við Bandaríkin og hann einn út af fyrir sig nægjanlegur, finnst Bandaríkjamönnum. Því að á forsendu þessa herverndarsamnings geta þeir gert það sem þeir vilja hérna. Þegar og ef þeir vilja. Þannig að við erum í uppnámi, en það talar enginn það. Geir, þetta sem þú ert að koma inn á hér núna, það veita held ég að Íslendingar bara ekkert því að það eru engar fréttir þessa mynd sem þú ert að draga upp. Og þegar ég vil nálgast þig aftur með því að spyrja hvað það sem gerir það verkum að þessir ráðherrar okkar og að samfylkingin skuli fara inn í þetta líka, hvaða öfl það í Evrópu sem að leyfa sér að birtast hér hjá okkur eins og í allskrýttum þýskum hershöfðingja sem kemur hér til þess að láta okkur vita að ef við göngum inn í Evrópubandalagið þá njótum við verndar Þjóðverja og síðan útfærslan að það fullyrðingar það erlendis frá að það verði flýtt fyrir þessum viðræðum eins og mögulegt og það opnaðar blaðsíður það að 15 ára gamlir samningar séu nánast kláraðir og það þurfi ekki að fara nema í þessa örfáu sem átti eftir að ljúka og það talað við okkur eins og við séum smábörn sem skiljum ekki að það eru ekki í rauninni við sem að leita eftir þessar inngöngu heldur eru það Evrópusinnar sem ætla sér að ná tökum með öllum ráðum á þeim auðlindum sem hér eru og ekki síst
þegar norður Íshafið eða opnast með samgöngum sem verði miðstöð hér á Íslandi. Já, þetta er alveg augljóst og þetta hljóta menn sem eitthvað að hugsa að geta séð. Jafnvel þó þeir hafi ekki annað heldur en fréttir útvarpsins og mjög skrautleg skref í Morgunblaðinu út og suður undanfarin misseri þetta. Því að Morgunblaðið er Guði sé lof, en þá opinn miðill sem að menn eiga aðgang að. Getur hver sem er skrifað í Morgunblaðið og talað fyrir skoðunum sínum, en það getur ekki hver sem er komist inn í Ríkisútvarpið. Nei. Það er nú af og frá. Nei. Guði sé lof fyrir útvarp Sögu sem er þó eini, kannski þeir segjast vera eini frjálsi og óháði miðillinn, ég ætla nú ekki að ræða það, en sumir komast að minnstakosti að í útvarpi Sögu annars lagi. Umræðunni er stýrt, en til þess að hverfa aftur af því sem við vorum að tala sér Halldór, að þá er það, auðvitað liggur það alveg ljóst fyrir, að gömlu evrópsku stórveldin eru núna að tapa leifunum af ítökum sínum í fyrrverandi nýlendum sínum. Já. Og það er augljósast gagnvart Frakklandi. Þeir eru að tapa síðustu ítökunum sem þeir áttu í Afríku og annar staðar. Þeir eru að missa getuna til þess að halda áfram að mergsjúga þessar gömlu nýlendur. Bandaríkin fara fyrir í því hvernig menn bregðast við því þegar að stórveldi, gömul stórveldi, eins og Bandaríkin eru vissulega stórveldi, áfallanda fæti, þegar að þau að geta þeirra til yfir drottnunar minnka, þá þurfa þeir fjármuni, þá þurfa þeir einhvern til þess að arðræna. Þetta hefur verið allt frá því að Rómaveldi var og breska heimsveldi og svo framvegis, við þurfum ekki að fara út í það. Bandaríkin fara þá leið að þeir mergsjúga bandamenn sína, kúska þá til, niðurlægja þá og tukta þá til þangað til þeir láta af hendi fjármuni. Þeir hafa undanfarið frá því að Trump komst til valda í Bandaríkjónum, þá hefur þetta ekki verið dulbúið. Hann býður þýsku stórfyrirtækjónum gull og græna skóga til þess að koma til Bandaríkjanna og opna þar starfsemi, skattfríðindi, aðstöðu og svo framvegis, ódýra orku. Á sama tíma og allir vita að Bandaríkin stóðu á bakvið það að eyðileggja möguleika Þýskalands til þess að halda áfram að njóta ódýrar orku frá Rússlandi. Við sáum það í sjónvarpi þegar að Joe Biden, fyrrverandi Bandaríkjaforseti, hældi sér af því að þeir hefðu tök á því að skrúfa fyrir gas frá Rússlandi. Og blaðamaðurinn spurði, hvernig getið þið það? Þetta er þýskt fyrirtæki, þetta eru evrópsk fyrirtæki. Við höfum tök á því, sagði hann. Og Þýskalandskanslari stóð við hliðina á honum á blaðamannafundinum og lagði kollhúfur og sagði ekki orð. Og svo sprengdu þeir gasleiðslurnar í Eystrasaltinu. Og það eru fundnir sökudólgar út og suður allstaðar. Nú er það Úkraínumenn sem eru sagðir bera ábyrgð á þessu svo framvegis og leikritið í Evrópu fært upp annars lagið í kringum það allt saman. En það vita það allir, auðvitað voru það Bandaríkjamenn sem gerðu þetta og auðvitað voru það Bandaríkjamenn sem að leyndu því ekki að þeir buðust til þess að selja Evrópumönnum gas í staðin fyrir rússneska gasið á margföldu verði. Og það núna þegar að stríðið er milli Írana og Bandaríkjana og Ísraels, að þá er auðvitað það sem Íranir skrúfuðu fyrir fyrst er gasið frá Arabaríkjunum. Og verðið á gasi í Evrópu skrúfast upp úr öllu valdi sem verður Bandaríkjunum til þess að reyna að toga til sín evrópsku fyrirtæki. Framleiðsluna. Þetta er spurningin það að hafa tök á öðrum til að arðræna þá. Og við erum undir þarna af því að við erum rík. Íslendingar er rík þjóð. Við eigum fiskimið sem Evrópusambandið ætlar sér. Það getur nú varla verið til sá Íslendingur sem ekki sér það.
og við eigum orku sem Evrópusambandið ætlar sér. Og vindmylluvæðingin á Íslandi sem keyrð áfram af fjármagnseigendum, eigum að segja fjármagnseigendum á Íslandi, á bakvið þá eru erlendir fjármagnseigendur. Hverjir eiga þessar vindmyllur? Hverjir hafa verið að gera samninga við bændur um leyfi rétt til þess að byggja vindmyllur á landið þeirra? Það eru Norðmenn. Þeir koma af svipuðum slóðum og þeir sem eiga fiskeldið. Það eru útlendingar og peningar eiga ekkert föðurland. Nú ertu komin að kjarnanum sem að mér langaði til þess að fá þig til þess að ræða það er að segja hverjir stjórna í rauninni þessari kosningu sem framundan sem sett fram á svona lævísan hátt við okkur. Það eru þá ekkert þessir. Böndin berast sér að Halldór minn að flokknum okkar. Bæði útlögunum úr flokknum okkar, það er að segja Viðreisn, sem að hafa nú verið virki aðilinn í bransanum, og við skulum ekki gleyma flokkseigenda félaginu okkar sjálfra, ítaka öflunum í sjálfstæðisflokknum, sem á bólakafi í vindmylluvæðingunni. Og þeir ætla sér að koma upp þessum vindmyllum, jafnvel taka þær fram yfir augljósa vatnsaflskosti sem að eru auðvitað miklu betri. Við eigum nóga vatnsafli ennþá enn sem komið er. Þeir ætla sér að koma þessum vindmyllum upp, misnota vandræðin sem að ég jafnvel grunum að séu hreinlega af mannavöldum, að koma orkunni landið. Nú það eru lög það að það að koma línu yfir hálendið til norður, suður og svo framvegis, ekki satt? Jú. Til þess að tryggja jafna dreifingu raforku landið allt. Býttu, eru áformum að fara með þessa línu í samræmi við ákvæði lagana, skemmstu og ódýrustu og einföldustu leið? Hvað ertu að meina? Þessi lína sem á að leggja yfir hálendið milli Suðurlands og Norðurlands til dæmis, og ég nefni það nú bara. Það uppi áformum að þræða þessa línu aukalega 70 kilometra leið í gegnum Borgarfjörð og Dali, í staði fyrir að fara yfir Holtavörðuheiði eða Vatnsheiði. Þetta bara svona. Og þá að vaða yfir Bændahlíðin eins og vant taka af þeim túnin með eingreiðslum í skaðabætur, eyðileggja fyrir þeim túnin. Það ekki bara línan, stærri og meiri möstur heldur en eru fyrir núverandi raflínur. Þetta eru gríðarlega stórar og massívar flutningslínur og þeim fylgir vegur til að þjónusta línuna. Og 50 metra helgunarsvæði held ég sitt hvoru megin, eða 25 metra að minnstakosti sitt hvoru megin við veginn. Sjáðu fyrir þér túnin hjá bændunum sem að vaðið verður yfir. Þrátt fyrir ákvæði lagana það að eigi að fara skemmstu og hagkvæmustu leiðin yfir hálendið, þá á að gera þetta svona. Af hverju? Út af því að þá að þræða vindmyllugarðana sem á að koma upp til að framleiða ofgnótt af rafmagni, svo að sé ekki hægt annað en að setja upp hund til Bretlands eða útlanda til Evrópusambandsins, og leið og það gert, þá kemur krafan einkavæðinguna á Landsvirkjun. Því eins og allir vita það auðvitað kolólöglegt og ósiðlegt að ein þjóð sem hefur á áratugum byggt upp innviðakerfi sitt, eigi innviðakerfið og megi reka það í eigin þágu. Nei, það verður auðvitað einkavæða það í samræmi við Evrópureglur. Ekki eitthvað sem heitir bókun 35 til umræðu í þinginu? Þú vilt meina sem sagt með þessu framhaldi sem að ég... Og það eru sjálfstæðismenn. Það situr hrollað mér þegar þú situr þetta fram með þessum hætti, Geir, og mér líður illa því að mér finnst næstum eins og þetta sem þú ert núna að segja, að það sé möguleiki á þessu. Ég hef bara ekki
hugleitt að það sé möguleik. Þetta er eins og aðildin að Evrópusambandinu, séra Halldór minn, þetta er í gangi, þetta er í fullum gangi og það er ekkert verið að undirbúa eitt eða neitt. Það er verið að framkvæma þetta í stóru og smáu á mörgum sviðum hér í landinu. Og það er lítill hópur, tiltölulega lítill hagsmunahópur sem stendur að þessu, en þeir eru ítakamenn í stjórnmálaflokkunum, ekki hvað síst í sjálfstæðisflokknum. Þeir hafa hingað til beitt sér á laun, það hefur sést í eyrun á þeim annað slagið. Það hefur sést undan lambsskinninu sem þeir hafa saumað yfir sig, hafa úlfsárin sést á bak við eyrun á þeim annað slagið. En það vill enginn tala um þetta og leið og einhver hefur orð á þessu sem er augljóst. Þá segir menn, já, það eru samsæriskenningar. Þær eru vinsælar þessar mundir, samsæriskenningarnar. Viltu meina að við séum komið svona langt? Auðvitað erum við komið svona langt. Ég var að lesa hér í upphafi af spjallin okkar úr samþykktum Viðreisnar. Utanríkisráðherra Íslands er fyrrverandi varaformaður Sjálfstæðisflokksins og í bili í útlegð hjá Viðreisn. Og hvert fara sjálfstæðismenn þegar þeir gefast upp á Sjálfstæðisflokk? Þeir fara til Viðreisnar eða flýja til Miðflokksins. Og það er nú held ég skárri parturinn af þeim sem endar hjá Miðflokknum. En Sjálfstæðisflokkurinn, hann korpnar upp undir eiginnafni því hann er löngu hættur að taka stefnu sína eða pólitíska arfleið sína alvarlega. En förum aðeins yfir þetta. Viltu þá meina að þessir samningar sem hafa verið gerðir í sambandi við orkumálin og núna síðast sem er fyrirhugað bókun 35, það er að segja Bókun 35, samþykkt á Alþingi, eru þau hrein landráð. En þú ert að gefa í skyn að þetta sé hluti af þessari leið bak við tjöldin með inngöngu í Evrópubandalagið sem verði nánast bara, ef við samþykkjum, bara aðlögun sem verði síðan útskýrt þannig að til þess að réttlæta það þá verður við að ganga frá þessu með breytingu á stjórnarskránni eftir á. Þrátt fyrir yfirlýsingar forsætisráðherrans það að viðræður við Evrópusambandi væri ekki á dagskrá fyrr en þá í lok kjörtímabilsins, þrátt fyrir þetta, þá er þetta í fullum gangi og hefur verið það frá því að þessi ríkisstjórn tók við. Verk utanríkisráðherrans sýna það. Og þetta er að gerast. Viltu þá meina að meiri sé að dagsetning á þessari atkvæðagreiðslu að þjóðin skuli láta bjóða sér það að þessi skoðanakönnun, sér Halldór, skoðanakönnun, að þjóðin fá að segja skoðun sína, hún er sett ofan í sumarfríið. Og hvar eru Íslendingar í sumarfríið? Já, menn er ekkert að hugsa þessi mál í sumarfríið, menn vilja... Nei, þeir eru það ekki og þeir gleyma að kjósa áður þeir fara í sólina eða hvað það nú er og eru svo eyðilagðir eftir á þegar þeir standa sig að því að hafa viljað eitthvað annað heldur en kom út úr þessari skoðanakönnun sem að er ekkert skoðanakönnun heldur dulbúið samþykki að stjórnin mun nota þetta sem, ef þeir vinna þessa skoðanakönnun sem Guð forði, ef þeir vinna meirihluta fyrir þessu, þá erum við komin inn í Evrópusambandið. Það er bara handavinnan eftir, því að þetta verður túlkað þannig af hálfu stjórnarinnar að við höfum sagt já við inngöngu í Evrópusambandið, aðlögun að Evrópusambandinu. Aðlögunni sem er í gangi núna á fleygiferð, hún er öll á laun. En þess vegna orðaði ég spurningunni upp hvort að þetta væri aðlögun
og mér finnst að niðurstaða sé komin hjá þér en hún var svolítið öðruvísi en ég hélt. Ég taldi víst að það væru Evrópubandalagi sjálft sem væri að undirbúa þetta til þess að ná þeim fríðindum sem við búum að með fiskimiðun okkar, vatnið okkar, rafmagnið og alla þá möguleika sem Evrópubandalagi sér möguleika á að græða á. Það er ekki leyndarmál, sko, en hráskinnarleikurinn heldur bara áfram. Evrópusambandið er með opna skrifstofu hér. Þeir veita peningum í stríðum straumum til alls konar verkefna á Íslandi. En svo kom fram á málfundinum í gær, það eru endalausar boðsferðir sem standa ólíklegustu þjóðfélagshópum og samtökum til boða til þess að kynna sér Evrópu. Og Ríkisútvarpið hefur að sögn, og ég held að því hafi verið sent neitað, þeir hafa þegið styrki frá Evrópusambandinu fyrir stórfé. Það hefur engin blaðamaður á Íslandi mér vitanlega kafað ofan í það hverjir þessi styrkir eru þegar að upp er staðið. Og það hefur heldur engin mér vitanlega kynnt sér það hvaða styrki Ríkisútvarpið kann að hafa fengið frá US8 á sínum tíma. Það er nú eitt af því jákvæða sem Trump hefur þó staðið fyrir, að svipta hulunni af því glæpaverki öllu saman sem US8 var og er. Þetta er samkeppni peningaaflana, alþjóðlegu peningaafla, ekki bara í Evrópu og ekki bara í Bandaríkjunum, því að þegar upp er staðið þá er þetta sama sjoppan. Það eru sömu stórkapitalistarnir sem eiga þetta allt saman og reka þetta allt saman. En það er auðvitað bein samkeppni á milli Evrópusambandsins sem vill vera stórt og Bandaríkjana sem vilja halda stöðu sinni sem leiðandi stórveldi fyrir vesturveldum en eru vegna aðgerða sinna að tapa þeirri stöðu. Og það er sko dollarahagkerfið og evruhagkerfið áttu á sínum tíma nokkra samvinnu. Bandaríkjamenn voru voðalega ánægðir með það að búa til sambandsríki úr Evrópu á sínum tíma. Ég er ekki viss um að þeir séu það núna. Og ég er ekki viss um það að evran og dollarinn séu í einhverju systkinasambandi hlið við hlið núna. Þegar að hvoru tveggja er hætt vegna aðgerða annars vegar Bandaríkjanna og hins vegar Evrópu. Og Bandaríkin og Evrópu er ekkert á sömu blaðsíðun, ekki einu sinni á sömu opnunni á mörgum málasviðum. Af hverju ósköpunum senda Evrópuþjóðirnar á forsendu frelsis og fullveldis sjálfra sín hermenn, heilan hermann, einn til Grænlands. Og þeir sem að eru burðugastir, sko, þeir sendu 15 stykki. Ég held að Norðurlandamennirnir hafi sendt svo marga og hálfan til að verja Grænland. Og þetta er dýrleg skemmtun fyrir Grænlendinga, er mér sagt. Þeir hlæja öllu saman og hafa mjög gaman að því. Þó þeir séu auðvitað logandi hræddir og kvinir undir niðri. Hvernig á maður að skilja þetta sem er að gera eins og þú varpar þessu fram og mér líður bara illa að hlusta á þig núna og skynja hvernig þú sér þetta og ég get ekki annað en bara verið óttaslegin og spyrja þá þig núna í lokinu á okkar samtali þetta. Ef að það verður svo að þetta verður samþykkt með naumum meirihluta sem ég óttast með tilliti til þess hvenær þessi kosning fer fram, með tilliti til þess að Stór-Reykjavíkursvæði sem þolir ekki þá meðferð sem það verður að búa við hér gagnvart samgöngum, gagnvart sköttum og gagnvart því að geta ekki eignast þak yfir höfuð og svo framvegis og endanlega sagt við þetta fólk hér á Stór-Reykjavíkursvæðinu allt bjargist með inngöngu í Evrópubandalagið. Það eru allt ef af því að það er 70% hugsanlega af þeim sem greiða atkvæði á þessu svæði. Ef það verður
að þetta verður samþykkt. Hvað getum við þá gert? Ekkert. En ég á ekki von á því að Íslendingar láti narra sig alltaf og endalaust. Það er hægt að narra menn stundum en ekki alltaf. Og ég á ekki von á því að landinn sé orðin svo sauð heimskur núna að hann láti narra sig til þess arna. Ekki einu sinni fólki sem er vissulega í kröm og kvöl yfir því að það hefur ekki afkomu og ekki þakka yfir höfuð og svo framvegis. Sko, það þarf ekki annað en að kynna sér vexti, það er nú að verið að hræða menn með vöxtunum alltaf, í nágrannalöndunum eins og kom fram í gær. Vextir til dæmis í Þýskalandi eru bara svipaðir og hér. Þeir eru ögn lægri en það fer eftir borgum. Vextir víða í Evrópu eru bara svipuðum slóðum og hér. Og ef við tækjum til hliðar húsnæðisþáttinn og vísitölunni, þá erum við með miklu lægri verðbólgu hér heldur en víðast hvar annars staðar í Evrópu. Við erum meðal auðugustu þjóða heimsins. Við erum auðugri heldur en flest Evrópuríkin. Evrópuríkin eru öll á niðurleið. Þýskaland, vélin í hagkerfi Evrópusambandsins. Hún er ekki bara að bila, hún er að hrynja. Það er samdráttur í þýska hagkerfinu. Stórfyrirtækin eru flúin. Efnafyrirtækin eru flúin til Kína. Bílafyrirtækin voru á tímabili að flýja til Bandaríkjanna í stórum stíl. Þýskur iðnaður er á heljarþröm. Og hvernig er það ástandið annars staðar í Evrópusambandslöndunum? Það er verið að bjóða okkur upp á það að ganga inn í þetta glaðir til að láta rýja okkur þarna. Því að þetta er alltaf á heljarþröm í Evrópu. Og ég er efins að Evrópusambandið lifi af fram yfir 2030. Og ég er viss að NATO verður horfið fyrir þann tíma. Við stöndum frammi fyrir svo gjörbreyttum heimi og jafnvel þó að menn haldi áfram þessari þjóðsögu sem við höfum heyrt núna undanfarin 3-4 ár stöðugt vegna styrjaldanna og svo framvegis, þá er ástandið þannig, er ég alveg vissum í Evrópuríkjunum, að elítan, yfirstéttin, hinn pólitíska yfirstétt, hún er víðsfjarri því að hafa nokkurt jarðsamband við kjósendurna. Fólkið, meiri hluti fólks í Evrópusambandinu vill ekki áframhaldandi aðild að styrjöldum. Og það að bjóða okkur upp á það að halda að venjulegir frakkar gleðjist yfir því þegar að Þjóðverjar eru að fæja vaðstífilin sín og pússa brotthjálmana og segjast alltaf að fara að smíða vopn upp á nýtt og gangi í takt. Og þeir eru byrjaðir og okkur er sagt að allir fagni þessu. Já, bara hersöðingin kom hingað og knúsaði utanríkisráðherrann. Ef þú myndir hlusta á Harald Kujat, sem að var á undan þessum manni yfir hersöðingi þýska herráðsins, þá er nú allt annað hljóð í honum. Hann talar eins og ég. Hann talar eins og ég. Og tekur dýpra í árin heldur en ég geri að mörgu leyti varðandi hernaðarbrölti. Hann fordæmir það. Farðu nú yfir það, séra Halldór minn, bara á hraðastökki. Hvað evrópskur vopnaiðnaður á að fá í sinn hlut af þessari endurvopnvæðingu Evrópu. Evrópuþjóðurnar vilja auðvitað að þessi vopnaiðnaður verði í Bretlandi og Fraklandi og Þýskalandi, Svíþjóð og Noregi og Sviss eins og verið hefur. Meira sé að Tékkar er að smíða vopn. En Kaninn, það er að segja Donald vinnur okkar Trump, hann vill að allt verði keypt af Kanann. Sem er að verða vopnlaus vegna þess að við standa í dýrum styrjöldum, dýrum í merkingunni, það fer mikið af vopnum. Og vopnin í Bandaríkjunum eru handsmíðuð meir og minna. Þessar dýru eldflaugur sem kosta milljónir, 100 milljóna bandaríkjadala. Þessi vopnabúnaður sem getur hlaupið á milljörðum bandaríkjadala er meira og minna smíðaður í pörtum í mörgum fylkjum Bandaríkjanna, því það er sama fyrirkomulagið á fyrirgreiðslu þar eins og var hér og er enn. Það er skipt á milli fylkjana
þessum framleiðslustöðum þessara vopna og afgreiðslan á þessu mjög hæg, það tekur langan tíma að smíða þetta og þau eru þess vegna mjög dýr. Ég veit ekki hvernig það í Evrópu, ég hugsa að það sé svipað módel, þetta einkaframtaki sko, menn verða að hafa fyrir sér snúð. En Íranir, til dæmis og Rússar, þeir keyra á 24 klukkutíma vöktum árið í kring og framleiða fjandann ráðalausan af öllu sem að framleitt kann að verða. Á sama tíma og Evrópa og Bandaríkin hafa losað sig við allan sinn þunga iðnað meira og minna til Kína. Það ekki, ef þú fer að skoða þetta samhengi allt saman, þá er ekki heil brú í neinu af þessu. Það eina sem algjörlega augljóst, að þegar að Frakkar og Evrópu stórveldin gömlu get ekki lengur mergsogið fyrrverandi nýlendur sínar, þegar að Bandaríkjamenn eru farnir að mergsjúga bandamenn sína, ekki bara í Evrópu, heldur í Asíu líka, skattleggja þá með ofurtollum og svo framvegis, sem eru hernaðaraðgerðir, takt eftir. Allir þessir innflutningstollar og innflutningshömlur sem að Bandaríkjamenn hafa beitt bandamenn sína, Evrópuríkin hafa beitt Rússa og Írani og aðra, Kínverja og hina og þessa. Allar þessar álögur eru ólöglegar alþjóðalögum. Það bara öryggisráð Sameinuðu þjóðanna sem að alþjóðalögum getur ákveðið að ríki séu sett í refsistolla. Og varðandi Ísland sko, það auður okkar og staðsetning sem setur okkur í uppnám. Við erum rík þjóð á ríkum fiskimiðum, auðug af orku, vel staðsett gagnvart heimsviðskiptum. Við erum í miðju Atlantshafinu, einhverju því hafi sem er mest umferðum með vöru og flutninga á fólki og öllu sem borið á milli landa. Við erum í kjöraðstæðum hérna. Við erum mjög dýrmætur staður í veröldinni. Og þetta ætlum við að selja fyrir hálfan baunadisk. Forsætisráðherrann sagði að hún ætlaði að selja Ísland fokdýrt. Ætla Íslendingar að láta það rætast. Að við verðum seld fokdýrt og hverjir skyldu taka við greiðslunni sér að Halldór minn. Verður það Jói og Sigga hérna í Breiðholtinu sem að berjast í því að koma yfir sig íbúð? Nei. Sko eins og ég sé þetta og nú komið að því að það ekki hægt að halda áfram með þetta Geir vegna þess að þú ert komin með mig í þessu samtali að ég sé fyrir mér að við séum næsta land uppbyggingar frá Evrópu ef að þetta heldur áfram þar sem að við þurfum að taka á móti líklega á svona 2-3 árum svona 1 milljón fólks sem að hefur möguleika á að lifa af okkar nægtum fyrir utan það að ná í auðæfi okkar í fiskimiðum og heitu vatni og rammagni þannig að Evrópubandalagið sé að stefna því að við séum í þessum nýja tíma næsta nýlenda þeirra. Við erum það. Við erum á leiðinni ekki bara þeirra og liður í þessu að beina fólki hingað og það mjög jákvætt, það ekki, að fá fólk til þess að koma hingað og vinna á lágmarkslaunum. Það ekki jákvætt? Frjálst flæði fjármagns og fólks? Það ekki gott fyrir Ísland? Að atvinnurekstur hér geti komið sér upp þrælakistum og látið fólkið puða eins og gert með Indverjana og Bangladesh fólkið í Arabaríkjónum til skamms tíma. Láta þá byggja og láta þá slasast og láta þá skúra og láta þá vinna erfiðustu störfin eða störfin sem Íslendingar eru sagðir ekki vilja vinna. Það ekki jákvætt sér Halldór? Ekki gott fyrir Ísland? Ég gefst upp. Ég held þú ætlaðir að segja að þú ert farin að tala eins og kommunisti. Ég
ég gefst upp í samræðinu núna því að mér finnst þetta næstum vera eins að nálgast Hamrageddon. Armageddon. Já. Já. Og ég sé fyrir mér í heiminum bara Opinberunarbók Jóhannesar. Já, ég sé hana líka, en ég reiði mig á það að heilagur andi skipti sér nú af þessu, hafi hönd í bagga. Já, ég bið það líka. Ég bið það líka. Sko, ef maður ætti að taka mark bara á því sem maður sér og veit með skynfærunum, þá þetta allt saman á leiðinni norður og niður og kannski komið þangað. En það ekki alveg orðið. Og ég bara reiði mig á að Drottinn hvað gefur okkur. Og hann ætli ekki að láta þetta fara svona. Hann, eins og Sigurður Pálsson heitinn, vígslubiskup, sagði hérna þegar að allir nötruðu undan kjarnorkuógninni í kringum 1990, mann stetti því. Já, já. Menn gáfu sér það að nú færu stórveldin saman og myndu brenna upp veröldinni í kjarnorkubáli. Þá sagði Sigurður á stórum fundi, jólafundi vestur í Súrnarsal, Hótel Sögu, að þetta færi nú ekki þannig. Því að hann væri viss það að Drottinn sem allt hefði skapað og öllu viðhéldi færi nú ekki að láta einhverja óvita eyðileggja fyrir sér sköpunarverkið. Þannig ég á sömu blaðsíðu og sömu málsgrein og séra Sigurður. Ég reiði mig á það, þetta verði nú ekki látið fara svona. Já, ég nú sama sinnis, séra Geir, og ég bið heilagan anda hjálp. Já, amen við því. Amen.